Góðan daginn, ég heiti Tómas Prásinski og býð ykkur velkomin í verkstæði Unimax. Framundan frjálsframhald af fríleiknum undirbúning bílsins, ekki aðeins fyrir vetur. Í fyrsta hlutanum fjölluðum við einhvers konar vetrarlágmark fyrir ökumenn sem eru samviskusamir en vilja ekki kafa djúpt í viðhaldsverkefni. Í þessum hluta geri ég ráð fyrir að þið séuð aðeins áhugamenn og það sem hægt getið þið gert sjálf á bílnum ykkar. Við munum sérstaklega fjalla að taka af og setja á dekk, gera við sprungidekk og blása það upp í réttan þrýsting. Og í þriðja hlutanum munum við skoða hvað Unimax hefur til prófunar og viðhalds á ræsiraflöðum. Að taka af og setja á dekk kemur sér vel til dæmis þegar dekk springur á ferðalagi eða þegar skipt dekk með sumardekkjum og vetrardekkjum. Það að það sé betra að hafa 2 sett af dekkjum efast líklega engin, en samt leyfi ég mér að minna á að það alls ekki gott fyrir dekki þegar það tekið af og sett á 2 á ári. Allt í lagi svo við höfum 2 sett af dekkjum, eitt með sumardekkjum og annað með vetrardekkjum. Við síðustu uppsetningu á falgunum létum við auðvitað jafnvægisstilla dekkin. Ég mæli með að taka mynd af dekkinu eftir jafnvægisstillingu svo við höfum samanburð á fjölda lóðana. Ef eitthvað af þeim myndi detta af, þurfum við að láta jafnvægisstilla dekkin aftur. Til að skipta dekk þurfum við í grundvallaratriðum bara tékk og lykil. Ódýrastir eru skerliftarar með skrúfum og nýrri stöng, en það ekki mjög þægilegt að vinna með þeim. Svo ég bætti við handfangi þannig að það gæti fest í rafmagnsskúfja, sem flýtir verulega fyrir vinnu með liftaranum. Kosturinn við skerliftaranum fyrir utan hagstekkverð, einnig fyrirferðarlítil stærð og léttþyngd. Hins vegar stöðuleiki hans verri. Þess vegna mæli ég með stærri undirstöðu, til dæmis úr endingagóðum Crossrail. Í faglegri dekkaþjónustu nota þeir oftast vökvaliftara og einhver ódýrari valkostur einnig í boði fyrir svona heimilisstiftingar. Ef bíllinn vegur það bil 1,5 tonn, þá ætti liftarið fyrir 1 tonn að vera nægjanlegur í raun, því við liftum aldrei allri þyngd bílsins. Venjulega eru vökvaliftarar fáanlegir fyrir 1,5 til 2 tonn, þannig að við höfum öryggisvarasjóð. Fyrir virkilega þunga fólksbíla, eins og jeppa, torfærubíla eða stóra pallbíla, eða sendibíla betra að nota liftara, með burðargetu upp á 3 tonn. Við val á liftara fylgjumst einnig, með lyftisviðinu. Fyrir suma bíla verður nauðsynlegt að fá liftara með lágum prófíl til að komast undir bílinn. Hvaða liftari sem þjónar aðeins til að lifta frá jörðu og síðan lækka ökutækið aftur niður á jörðina. Eftir að hafa lift alltaf nauðsynlegt að tryggja bílinn með stoðum, sem halda byrðinni ef liftarinn bregst, eða ef ökutækið fellur af einhverjum ástæðum. Aftur, fræðilega séð, munu 4 stóðir halda bíl í loftinu, sem vegur 1,5 tonn, hver með burðargetu, 400 kíló. Burðargetu stóðana, 2 tonn því meira en nægjanleg. Stóðirnar eru til í mörgum útfærslum. Samanbrjótanlegar úr þunnum prófílstoffplötum eru auðvelt að geyma. Úr álblöndu eru þær aftur, á móti frekar léttar. Báðar gerðirnar hafa stillanlega hæð og festingu stólpa með, pinna. Örlítið meira traust veikja stóðir með steypujárnskammstólpa. Þær eru auðveldari í notkun og jafnframt öruggari, ekki aðeins vegna styrkleika þeirra, heldur einnig vegna tvöfalds öryggis. Sjálfvirkur smellur sér fyrsta öryggisstigið, en pinninn það annað. Ef við ætlum að liggja undir upptæki við ökutæki, notum við alltaf bæði öryggisstigin, eða fáum frekar akstursrampa. En þegar við viljum taka af hjól, þarf að lyfta ökutækinu þannig að þau séu í loftinu. Fyrir sem önnur viðhaldsverk nægir að aka á upphækkaðan stað. Og til þess einmitt mismunandi pallar og rampar notaðir. Ég tók eftir samanbrjótanlegum rampa. Þegar hann útbreiddur hægt að nota hann sem akstursrampa fyrir léttari tæki, til dæmis mótorhjól, fjórhjól eða garðtæki. Hver akstursrampi hefur burðargetu upp á 1100 kg í samanbrotinni stöðu og 340 kg í útbreiddri stöðu. Hvort sem við erum með bílinn á römpum eða á stöllum nauðsynlegt að tryggja hann einnig gegn hreyfingu fram eða aftur. Það ætti að vera í gír, handbremsan dregin og hjólin sem eru á jörðinni verða að vera tryggð með klossum. Förum þá í sundurhlutum hjólana. Ef við losum skrúfur eða ræð á hjólum með venjulegum lykli, verðum við að losa þær áður en hjólið lyft af jörðinni, annars mun hjólið snúast. Þessari áhyggju eitt þegar högglítill notaður, sem í tilviki hjóla meira notaður, til að losa. Venjulega aðgengilegir höggherðara, hvort sem þeir eru rafmagns eða loftknúnir, hafa ekki nothæfa stillingu á herðingamómenti. Við herðingu höfum við þá ekki vissu hvort við höfum herða nægilega. Oftast gerist það að mælt herðingamómenti frekar farið yfir, sem getur leitt til skemmda á þræði, eða í versta falli jafnvel til eyðileggingar á skrúfu. Og það getur haft alvarlegar afleiðingar á meðan á akstri stendur.
Í grundvallaratriðum má segja að við getum losað með hverju sem en við ættum að herða í síðasta skrefi, með tollykli. Upplýsingar stærð herðingamómentsins verða að vera tilgreindar af framleiðanda bílsins. Með því að vita styrkleikaflokk skrúfunnar getum við einnig notað staðargildi herðingamómenta. Ef við komumst þó ekki að hvorugu, gerum við ekki mistök ef við herðum með mómenti frá 110 til 120 Newtonmetra. Eftir að hafa ekið nokkra kílómetra gott að athuga herðingu hjólanna aftur. Öryggi öryggi. Við hliðina á hefðbundnum skatherðilykli, sem hefur líklega besta hlutfallið milli verðs og nákvæmni, getum við einnig notað snúningsmillistykki milli skalsins og hnetunnar. Stærð snúningsins stifft rafrænt og þegar við nálgumst stiftu gildið heyrist truflaður tón og þegar því náð, heyrist lengri, ótruflaður tón. Ég kem aftur að höfðlyklinum. Nákvæmlega þessi gerð hefur herðingamóment alltaf 1350 Newtonmetra og þó að hún hafi jafnvel 3 stiga stillingu á herðingarafli, höfum við enga tryggingu fyrir nákvæmri herðingu. Hins vegar hún fullkomin til að losa, jafnvel ofherða eða ryðgað skrúfur. Fyrir höggherðilykilinn gott að fá sér sokkalykla sem aðlagaðir fyrir högg. Venjulegar hnetur myndu skemmast með tímanum. Við munum einnig þurfa öflugri loftdælu og gagnlegt að hafa sveigjanlega spíralslöngu með nægilegri innra förmáli. Við munum einnig nota hana til að blása lofti í dekk. Í því tilviki komumst við ekki af án loftdælu með þrýstumæli. Ég veit að þið vitið þetta, en ég vil samt minna á að með loftdælunni einnig hægt að minnka þrýstinginn í dekkinu með því að losa þennan loka. Lítill loftdæla sem við getum haft í skottinu fyrir neyðartilviki getur einnig blásið loft í dekk. En því miður það ekki nóg fyrir högglykjana. Áður en sett aftur saman gott að hreinsa þræðina og sætin. Miklu áhrifaríkara, en tannbursti sett af sérstökum burstum sem mótaðir til að hreinsa bæði ytri og innri þræði og snertiflöt fyrir boltahausa. Í dekkjaþjónustu boðið upp á loftból, en vegna stalað 16 festingar á 4 tommu einnig hægt að nota hvaða borvél sem með snúningshraða, 1800 á mínútu. Og að lokum hef ég ráð fyrir ykkur einfalda en mjög áhrifaríka aðferð til að laga, göt og dekk. Þetta vulkaníseringarhnútar sem settir í gegnum gat í slitlagi með lyklu. Ókosturinn sá að það nauðsynlegt að finna staðinn þar sem skemmdin og oft þarf einnig að taka dekkið af. Og athugið, aðeins hægt að laga gat í slitlagi, ekki í hliðum dekksins. Áður en notkun nauðsynlegt að hvarfa gatið með meðfylgjandi tappa. Þetta lítur út fyrir að vera gróft, en án þessa skrefs getum við ekki komið hnútnum í lítið gat. Hnúturinn þræddur í gegnum auga, á innsetningarnál settur í gatið og nálin dregin út með snöggur hreyfingu. Við klippum af útstandandi hluta hnútsins og við getum notað dekkið, strax eftir að það hefur verið blásið upp. Kosturinn tafalaus og varanleg áhrif viðgerðarinnar, lágt verð og áreiðanleiki. Fyrir upphaf og lok vetrarvertíðar þurfum við ekki að fara strax í biðröð í dekkjaverkstæði, heldur getum við auðveldlega skipt dekk sjálf og það í sama gæðum og í góðu verkstæði. Tengla, á allar vörur finnur þú eins og venjulega í lýsingunni fyrir neðan myndbandið. Ef þér líkar við þetta, vinsamlegast gefðu okkur líki. Og ef þú vilt ekki missa af næsta myndbandið frá Unimax verkstæðinu, smelltu einnig á áskrifa og jafnvel á bjölluna svo þú fáir tilkynningu leið og við hlefjum upp nýju myndbandið. Hafðu það gott og sjáumst fljótlega aftur í Unimax verkstæðinu.